Addi, Já. Þetta búin að kíkja á vikubyrjunna? Nei, já, það er Nú, jöfull. Nei Á kíkja á Hagsjóna í staðinn? Já, ég var að glugga í Hagsjóna bara núna þegar þú varst að tala um mig. Ég er ennþá Þetta eru, kæru hlustendur, póstlistar Landsbankans. Já, mjög þægilegt. Efnahagsmál. Þetta eru svona alfræðiritt í efnahagsmálum, myndi ég segja. Bæði vikubyrjunin, og sérðu hvað er að gerast í samfélaginu, hvað er á döfinni, hvað er búið að vera að gerast. Já. Svo er að Hagsjáin, það er eiginlega svona, það er alfræðirittið, sko. Já, og þú farið að komast í svona, þetta brainpower, hagfræðinga Landsbankans. Já. Að þau koma þess á mannamál. Já, algjörlega, sem er náttúrulega key. Þannig að við hvetjum ykkur til að fara inn á landsbanki.is/póstlistar og skráið ykkur þar og þið munið ekki sjá eftir því ef þið viljið halda vitnesku. Nei, sé ekki eftir mínútu. Ég segi það. Lest alltaf. Við þökkum Landsbankanum kærlega fyrir og Takk góða hlustun. Já, það held ég. Það er pingjan. Kitty og Baddi. Kitty og Baddi. Kitty og Baddi. Það er The bad boys of pingjan. 28. februar. Það er reyndar ekki alveg strax. Hvað? Bad boys? Bad boys. Æ, það styttist í það samt, sko. Já, ég veit að það eru margir orðnir spenntir fyrir því. Við erum nú bara á öðrum þætti í kapitalismans. Já, 28. februar, nú februarmánuður á enda. Ég er bara búin að vera fýtt mánuður. Nei, Ég tóldi svona, er þetta ekki mánuður laun þegar hans? Bara 28 dagar og... Jú, en það er ekkert hlaupár, hann eitthvað sökkar. Ég meina, það er allir februarmánuðir án hlaupár sömulegir. Þú veist það alveg, þú veist það sjálfur. Ertu ekki með þetta? Já. Minna útbókað. Þekkir eitthvað sem á ammali á 29. Já, 2. 29. februar, þekkir 2. Já. Það er enga líkur á því. Ég myndi aldrei segja þér hver það eru líka. Nei, hér gildir fyrst í trúnaður ammælista. En nei, herri, við erum mættir og það er, annar þáttur í Ég vil meina þessi þáttur kapitalismans. Já, mathallir eru svona prestar í kapitalismans. Já. Þetta er góða fólkið þarna. Meðan að Kúku Kampers er í kapillunni. Þeir eru kúrikar. Þeir sitja á fremsta bekk, signa sig og labba út í lífið. Í hinu heilaga. Tjöfull erum við að fara að græða það maður. Í hinu heilaga útihúsið þarna. Já. Og svo ætlum við ekki að gefa upp hvað væri næst, eða? Næsta þátt? Já. Nei, við skulum geyma það eins. Það fá smá spennu í það. Aftur í kúrika. Já. Aftur í kúrika. Þetta eru prestandir hérna og þetta er, sko, okkur fannst merkilegt að taka þetta fyrir hlemmatöll eða bara mathallarmódelið. Þetta er svona, það er fann að spretta upp bara mathallir eins og bara ljósastaurar, sko, borgina og þá þarf að kíkja þetta á hvernig þetta rekur sig og ég held að margir séu mjög forvitnir það. Var ekki gert grín að þessi í skaupinu? Sko 2020 eða eitthvað 2019 þá er svo náttúrulega sko mathald búin að þrefalda síðan þá. Já, þetta er rauninni ótrúlegt. Já, það er mathaldir út allt, skilur, en þú veist, ég er rauninni fagna þessu. Veistu hvað ég var að biðja Kitta hjá Keldunum að gera? Nei. Búið til svona sérdálk sem að traka sjóði, traka fréttir, hlutabréf. Mathallir. Bara traka mathallir. Það var auðvitað snuð. Kitty tók alveg vel í þetta, hann sagði ekki nei. Nei, það er aldrei að vita hvað gerist. Þá verður hægt að sjá neikvæða ávistun sjóðana og svo mathallar, Já, section. Sko, það var hægt að traka fjöldi og svo, hvað eru margar lifandi ennþá? Þú veist, þetta er alltaf ákveðið fillrate. Hvað eru 12 staði mest? Það er allavega byrjuðu 10 á hlem. Já, við þekkjum það. Ok, þannig að við myndum vita að væri ein átt, því að veitingastæðinni skipta mjög títt. Ég held þetta sé svona bílunu 6-7 til alveg 10, 12, já, 6-12. Já, ég held að það sé tíðkist ekki að hafa mikið meira allavega. Já, það væri þá hægt að hafa svona ratio inn á Keldunni, mathallir, hversu margur opnar og hvernig staðan er á bara fillreitinu. Ertu með tölu yfir... fjölda mathalla? Já. Tókstu þetta? Já, ok, þú ferði yfir þetta bara eftir. Já, ég ætla að hafa bara quiz til þín. Já, ok. Í búið Dominos. Já, við hlakka mikið. Dominos quiz dagsins. Já, frábært. Við skulum, auðvitað, þakka Keldunum líka fyrir. Eins og þú segir, þetta er allt í vinnslu og við vitum til þess að það eru alls konar hlutir í gangi þar á bakvið sem að,
augu almennings fá að njóta síðar og auðvitað eru byrjuð að njóta núna með, eins og ég segi, með gröfin. Það er skemmtilegt að fá þetta svona myndrænt hjá þeim. Já, mjög gott. Sömuleiðis auðvitað krypto, það er búið að vera smá uppgangur í rafmyndinni. Ég verð reyndar að skamma á fyrir eitt. Nú? Fyrir þá sem eru með rauðgræna litblindu. Já. Þú veist ekkert hvort að markaðurinn grænni eða rauður. Þá ættir að geta séð svona sirka hvort að halli niður á við eða upp á við. Já, það er í rauninni, það mætti útskýra þetta betur. Ég veit að Kiddi Lensarinn tekur það ekki til sín. Hann segir bara, fólk þarf að læra að lesa gröf. Já. Kiddi er meira sympatherik með okkur. En við þökkum Kelduna sjálfsögðu kella fyrir og hvetjum ykkur til að skoða. Það eru alls konar sniðuga leiðir sem hægt er að fara með áskiptaleiðinni. Það eru samanburðir. Það eru skýrslur og annað á ódýrri prís og sömuleiðis Excel-skjölin sem við notum stýðumst alltaf við í okkar yfirferðum. Það var ekki hægt án þeirra. Kynnið ykkur það. Nú, Dominos auðvitað líka. Það er þriðjudagur í dag, þriðjudagstilboðið gamla góða. Já. Og nú held ég þessi dagur til að kíkja í Cajún brauðstangir með. Já, en ekki fyrir börnin. Ef ein mathöll á Íslandi hét eftir pítsu, hvaða mathöll væri það? Eftir Dominos pítsu? Nú veit ég ekki. Rifjaðu upp mathöll. Það væri Vera mathöll. Mér finnst það svo eitthvað svona nafn á pítsulegt eitthvað. Jú. Ekki það sem ég var að hugsa. Vera. Kúmen. Já, við fyrir nú ekki að blanda kúmen í pítsadeg. Það væri skemmt. Nei. Veistu hvað er að besta við heimagert ágaviti? Nú, að kúmeni. Hefur ekkert verið í heimabruginu? Nei, þegar ég drekk ágavítið þá bara sjotta ég það og ég dreip ekkert á þetta, algjör viðbjóður sko. Það voru nokkuð strákar á austan, þeir voru með BG, brugghús, bullandi gerjun og heimagert ágavítið, öll jól, nóa kúmeni. Drottin bless ykkur hérna fyrir austan sko, góður. En Dominos þökkum þeim kærlega fyrir, svo eru þetta Ísnik og það hefur dreigið til tíðinda þar, þau eru farin að núna bjóð upp á að greiða með aur. Já, stórkostlegt. Og það eru þetta einfalda ferlið, þú veist, þetta ferli er einfalt fyrir þannig sko. Þetta tekur ekki langan tíma að kaupa lén, greiða fyrir það og þetta auðvitað bara sparaði líka ennþá meira tíma og meira flækjustig, minna flækjustig segi. Þau eru að ná til yngri kynslóðana þarna. Já, klálega. Og svo er þetta líka, þú veist, við erum búin að vera svoleiðis að hanga yfir lénunum í síðast léna vikur. Ég sé að kúmen er frátekið. Ertu með eitthvað gott eða? Nei, ég er ekki með neitt valjúlén vikunar, en ég vildi bara hvetja fólk til að sko bara fara eins að spá í þessum eignaflokk. Og bara searcha, þú veist, bara vera að taka 100 pikk bara. Já. Einhver orð bara, er þetta laust? Og ef þú nærði einhverju valjú, því að þú nærði alltaf einhverju valjúléni þegar ef þú hefur einhver orð í huga, einhvern flokk, skilur, getur alltaf fundið eitthvað, sko. Hugsa þetta bara eins og hrækamarsjóður. Þú bettar á 10 lén, eitt af þeim fyrir á 600 skall og borgar upp öll hinn. Ég er að segja það. Ísnik. Og borgar upp öll hinn og meira til, sko. Þannig að það er fullkomið valjú í rétta léninu og sömuleiðis, eins og við nefndum í síðustu viku líka, ef að eftirnafnið þetta er ekki tekið. Já, það myndi ég fara núna, leita því og taka það, því að það þykir mjög sterkt allavega á CV-um og fleiru. Þetta er svona, þetta er vottur hvað segir maður? Ja, þetta er svona metnað, framtakssemi. Já, framtakssemi, einmitt, já. Klálega. Herriði, ef við ekki bara byrja þetta? Jú. Er okkur eitthvað að vannbúnaði? Nei. Ætlar þú að byrja eða á ég að fara yfir rekstrasöguna fyrst eða hvernig? Sko, ég er ótrúlega vel preppaður, ólíkt aldrei öðrum þáttum. Já. Persónlega var ég búinn að skrifa svona 4000 orðapistil mathallir sem ég mun birta á LinkedIn síðu minni. Já, frábært. Kannski að sjáta á það núna. Já, ég er búinn að vera að skrifa business. Já, inn á LinkedIn. Skrifaði hvernig á að búið til borðspil daginn. Því var vel tekið, það er strax, gott ef voru ekki 2 búin að hafa samband. Já. Ég er búinn að vera að tengja menn við framleiðendur í Kína án ábyrgðar. Ef allt fyrir skít þá er það ekki á mér. Varst ekki að fá alveg góð like á þetta og svona? Var ekki gott ratio bara? Já, ekkert sérstakt held ég. Nú, já. Æ, ég veit ekki. Jújú. En þetta ég mæli með, þetta er stórskemmtileg lesning. Bara svona spá bis. Þannig ég mun byrta það en sko, ég er búinn að vera að preppa þennan mathaldæmi. Ég er með innlendamarkaðinn, rekstrarmódelið, erlend. Make it a sense. Já. Það var eitt sem spurði mig, make it a sense. Ég er spenntur að vita. Ég veit ekki. Make it make sense. Já, let's do that. Viltu giska, hvað eru margar mathallir? Á Íslandi? Desember 2022. Á Íslandi, kúmen er náttúrulega ekki komið þá. Nei. Kúmen er að opna held ég.
Jú, opnaði kannski í desember. Svo annað, þetta ruglandi. Kúmen Stjörnutorg? Já, þú veist, svo það. Ég hugsaði ekki eins og það sem mathöll á það, sko, en ég myndi segja á landsvísu séum við með 13 mathallir. Já, samkvæmt þessari grein sem var held í fréttablaðið 11. 11. Desember 2022. Ef að tillega upp. Nýjasta Kúmen. Já. Svo tökum við hérna OGs, Hlemmur. Já. Grandi. Opnum út á Granda. Sömu gæjar, er það ekki? Jú, ég með skilst það. Þetta er Þór og sjávarklassa gengið. Já. Hafnatorg, það er nýtt, það er fancy shit, það er flott, mann líður vel þar. Það er mjög fancy, það er risastórt náttúrulega, sko, sem er ákveðin áhætta að hafa þetta svona risastórt og maður fær bara svona víðáttu brjálaði þannig inni, sko. Þetta er svo stórt, ég með tryggs, ef þú fer út í hotn vinstra meginn þegar þú lappar inn frá vinstri, þú getur tjálta og sofa þar, það tekur enginn eftir því. 3 félagar minnir, það er sem ég raun ekki, sko. Bjuggu þarna jólin, Hlemmur, nei, þú varst búin að taka það. Pósthúsið, Selfossi. Höfði, það er svona 4. sem kemur örgulega. Vera, BB King eða ekki. Herru, nei, pósthúsið. Svo ég með mjólkubúið. Pósthúsið er náttúrulega, sko, mjólkubúið er á Selfossi. Pósthúsið er niður í bæ, sorry. Pósthúsið er niður í bæ, já. Mjólkubúið er á Selfossi. Einmitt. Svo er hérna Mantöll Vesturlands í Borgarnesi. Aldrei komið þangað. Nei. Gaman að vita hvað það er. Já. Og svo er eitthvað fleira. Gróðurhúsið í Hveragerði. Einmitt, já. B29. Ég fer oft þangað, hún er góð. Já, hún er eiginlega mín uppáhalds. Og svo stóð hérna Stjörnutorg í Sáluga. Blessu sem minning þess. Já, þannig að þú tókst það með. Sko, fréttin tekur Stjörnutorgi sem nummer 11, sem er þá væntanlega að verða að Kúmen. Já, það er kannski Stjörnutorgi sem er þetta OG, eins og við segjum, svona original gangsters í þessu. Ég ætla reyndar að challengea það og segja að OG sé leifstuð. Já, það er auðvitað punktur líka, sko. Já. Sko, ástæðan fyrir að við erum náttúrulega að taka Hlemm er út af því að svona í núverandi mathallarmynd eru þeir svona frumkvöðlarnir. Já. Þeir eru fyrstir sem ríða á vaðið með þetta konsept. Já, að bara taka fasteign einmitt og gjörbreytinu til þess að koma upp 8, 6, 10 veitingastöðum. Já, að þau reyndar gott konsept. Þau taka ekki fasteign gegn við, komum nánar þú ert með skúp, það var nú náttúrulega, það var smá skúp með þetta. Annað, það er ekkert allir að fíla þetta, þú veist, þannig við útskýrum konsepti fyrir fólkin á landsbyggðinni sem hefur ekki labbað inn í mathöll, kannski svona 80 plus sem er að hlusta. Ég held að flestir aðrir aldurshópar kannistu konsepti. Já, ég held að þú labbar inn í mathöll. Já. Þú getur valið úr hvað veitingastað vilt panta á. 6 til 12 staðir eða eitthvað. Stiltu strax inn í væntingarnar. Það er ekki þjón að fara þjónaðandi borð. Þú ert bara á það á hreinu. Margir gamlingjar vanið því að fá þjón. Þú pantar, þú þarft að taka einhver svona litla töflu sem pípir þegar maturinn er tilbúinn. Þannig að þú þarft að standa upp og sækja matinn sjálf. Já, þú náttúrulega ferð og sest niður á einhvers konar bekk eða borð eða Svo er það 4. á allra síðasta, það sem að maður heyri bara hvað er ég stattur einhverju flóttamannamiðstöðu að það er að þú situr innan annað fólk. Ég hef heyrt þetta. Þú veist, ég hef tekið eitt old school og honum misbauða að við værum ekki með sér borð. Já, er gamli skólinn, einmitt. Gamli skólinn, þarf bara að læra þetta. Það er nefnilega, þú veist, sumar mathallir eru eins og Hlemmur, með svona bekki, bara svona langsum, skilurðu, og þú þarf bara að gjöra svo vel að setjast við hliðina á einhverjum bara ókunnugum. Það er bara doldið stemningin, þetta er bara svona allt svo frjálslegt og allir líka glad bara. Komin aftur í mötuneyti í 10. bekk. Segja það sko. Þannig að þetta var illa sagt með flóttamanna. Já, þetta er kannski ekki besta ég veit ekki. Ég meina gamli skólinn, við þurfum bara skólan til. Sko, rekstramódelið, ég hef svolítið sagt að þetta eru bara glorified leigusalar. Mitt, þetta er bara í rauninni svona... Þetta er mjög afbrigðileg tegund af leigumódeli. Já, lítur út fyrir að vera beautiful leigumódel. Já. Svona, þú veist. Já, sko, því að líka í flestum tilfellum er þetta real estate play, ekki beint. Því í flestum tilfellum þá ásá sem á fasteignina ekki mathöllina. Það er alltaf rekstraaðil sem kemur inn. Já, þetta er svona framleiga. Já, og ekkert ólíkt þarna, hvað heitir skrifstofuleigan sem er svona aðeins þekktara konsept. Rekus og Orange Project. Leia rými. Já, þú veist, það séur bara leiða skrifstofu. Fermetra bara. Þetta er svona sú tegunda leigumódeli að það er einhver rekstraaðili sem kemur inn, rekur operationið, en á ekkert endilega fasteignina. Og á hverju byggir það? Það byggir á því að þú sért með langan leigusamning, 10-15 ár, sem að gefa þér vissu að þú getur sett pening í þetta og komið þess á legg og mögulega mjólkað eitthvað í seinni tíð.
síðan gengur út á það að þú tekur inn þessa 8-12 veitingastæði. Þau eru í flestum tilfellum á fastri leigu og veldutenging. Já. Þetta eitthvað sem ég held að fólk átti sig ekki á. Já. Að þau eru bara svona, já, eru bara að borga, eru bara einna frýtt? Nei. Eru bara að borga leigu? Já, ok. Og þegar ég kaupi mér hamborgara einhvers staðar fyrir 2.000 kall, er þá, hvað ég að segja, 300 kall? Já. Að fara í vasa leigusalans. En sko, að vita það ekki allir. Nei, en þetta er svona smá fyrir mér finnst það smá skeri vegna þess að þú veist Bitu. Skeri sem neytandi? Nei, sem þá veitingasali vegna þess að framlegðin á veitingastöðum er ekkert kannski eðlilega há, þú veist, þetta er há launakostnað áður oft, en þetta er náttúrulega, þau eru ekki með starfsfólk að þjóna þér eins og þú segir, þetta er kannski 1-2 á vakt, þannig að það er alls konar sem vegur upp á móti, samt sem áður, þannig bara 15% af framlegðinni horfin, skilur. Já, ég veit hverja þú ert að hugsa sem getur verið mjög, þú veist, dýrmætt, sko, en ég held að þetta sé að einhverju leiti þannig að það er veldutenging upp að einhverju X. Já, þannig að þetta er ekki upp í þið óendalega. Nei, það getur verið, ég var ekki með þann punkt. Nei, í rauninni, þú þarft að velta einhverju X yfir mánuðin til að veldutengingin kikki inn. Já, það er þannig. Ég held að það sé bara allur gangur á því, sko. Já, og einmitt. Örugglega mismunandi eftir mathöllum, sko. Já, akkurat. Og við erum náttúrulega ekki með samningar neins staðar sem við erum að stiga okkur við. Þetta eru bara upplýsingar sem við höfum fengið. Þetta eru svona fabuleringar og kvísl, svona fuglakvísl. Matallakvíslarar. Já. Við erum að... Já, ég meina bara félagi minn sem að gisti þarna á Hafnatorgi og jólin, hann heyrði þetta bara, veit ekki menn... Þeir tala sín á milli? Já, það sem ég ætlaði að koma inn á, þú segir 15% sem ég veit að er í einhverjum matöllum. Ég heyrði töluna 8-15%, það eru mjög góða punktur með þetta kikki inn. Ef þú ert ekki að velta, ef þú ert að velta undir 1.000.000 þá ertu mögulega ekkert að borga þetta. Svo 1.000.000 plus, þá kikkar þetta inn. Erlendis voru dæmi á mótili það sem er ekki föstlega en 30% af veltu er bara beint. Þannig að eins og segir, allur gangur á. Ég veit mann sem er að opna matöll út á landi. Vondi verður hann ekki nafngreindur, er ekki verið að opna svona 10 matöll núna? Já, ég er að segja það er hvort er verið að opna í hver einasta sveitafélagi bara. Já, hann sagði við með 8%. Hann sagði bara, þú vilt búa til umhverfi þannig að veitingastæðurinn lifi og græði og þú ert með þig og þína. Hún fannst 15 brútal. Já, mér finnst það dálítið brútalt, sko. En, hvað er inn í þessari leigu? Þrif, svona almennur rekstur, það þarf náttúrulega að þrífa þetta. Þetta er bara svona sameigna-kostnaðir. Og náttúrulega hinn punkturinn, það er hörku áhætta að opna veitingastað einhvers staðar út í bæ. Og það sem þú færð strax. Sorry, þessi áhætta kannski er að einhverju leiti sköpuð núna vegna tilkomin mathalla, sko. Já, klálega. Og hitt ég alltaf að segja, sko, það sem að réttlæti kannski að hluta til leiguna pluss veltuna er að allt í einu geta frumkvölars og það eru svona 9/10 dreymir að stofna veitingastað. Einhver tíma nefnir lífslegina. Ég veit ekki það, ég var alveg spáðið og ég er ekkert mikill matakall þannig, sko. Það er einhver staddur bara í Grikklandi. Fær góðan kebab og bara, ég verð að opna kebabstað á Íslandi. Eða pizzastað í Róm eða hvað það er. Þannig ég held að 9/10 alltaf opna veitingastað. 9/10 veitingastöðum fyrir heim sem var á hausinn að vinna við 5 eða 2 ánum. Þannig að það eru minni líkur að fara á hausinn inn í matöll. Af hverju? Út af því að þú ert strax komin inn í stað sem með food traffic og þú veist, það kannski kemur á móti þessari veltengingu að þú ert að fá smá forgjöf og minna overhead. Veist, þetta er í rauninni ákveðið valjú að komast inn í matöll og þú veist, það er að leiðandi 15%. Það er alveg hægt að horfa á það þannig að þetta sé bara í rauninni því að sko bara sölu og markaðssetningargjald, sko. Einmitt, sko. Og einmitt, þessi straumur sem að þú færð inn. Já, og stórkostur er náttúrulega að mínum mati, ekki gamla skólans, sjálfsögðu þetta að þú panta bara á sæki sjálfur. Þú velur bara, þú veist, þú getur farið með 10 manna hóp, það sem er alltaf eitthvað vesen ef allir farið, allir að taka hópmatsinir. Ef allir ætla að vera í steik, þá verður hún að vera medium rare. Þannig að labbaru bara inn með einhverjum 10 veðsalingum, það fyrir hver og einn í sína áttina, setjast niður, dingaling hérna í tækinu og þú ferð og sækir. En það er eitt hræðilegt við mathallir sem ekki verið nefnt. Það er engin þjónar. Og veistu hvað, brandari væri ekki til í dag ef mathallir hefði ekki verið til. Nei, hefði verið til frá Öru og Valda. Nei, nú bara, það er svo margt sennilega. Jók, það er flugað í súpunum minni. Já, já. Punktur. Já, þessi brandari væri ekki til ef að mathallir
Nei, bara Og hann að deyja út með þessu dæmi sko. Þetta ömurlegt konsept. Ég bara þakka fyrir að mathallir voru ekki komnar fyrr á markað. Svo að þessi brandari fékk að njóta sín. Já, fyrir þessa miðaldra. Hvað viltu gera? Það eru nokkru 50 plus hópnu núna. Ég man eftir þjóðþæði fluga í súpunum minni sem hann var að trenda. Heyrðu, þetta samnýtir rými fyrir marga mismunandi staði og laðar að hungraða kúnna. Hungraða. Sko, hérna nýri bæ, ef ég fyrir aðeins að spýta í lóna, ég að heyra það að veitingastæðir í miðbænum að loka í massavís í hádeginu út af þessu. Það bara orðið algengara foodtraffic að skjótast í matöll í hádeginu. Það til dæmis búið að opna 3 eða 3 að opna í 200 metra fjarlægð frá hvor annari, hérna nýri bæ. Já, það pósthúsið og svo gallerí. Já. Og hver er þriðja? Að opna einhver ný? Hérna gula, ég held að sé Hjálpræðis hershúsið gamla. Ekki staðar hjá fiskfélaginu eða fiskmarkan. Maður má ekki rugla þessu saman. Þá er maður persóna non grata, sko. En þetta allavega hérna nýri bæ. Á innan við 2 árum með öllum þessum matöllum, það búið að opna basically 69 veitingastæði sem svakalegt inn í samkeppnisflóruna. Þannig að auðvitað þrengir þetta að þeim sem að fyrir eru þegar þessi nýju konsept kom inn. Ég sá síðan, það sem mest spennandi, við erum nú hérna í postnúmerum 201, nýja miðbænum í Kópavogi. Skél held ég að opna nettustu matöll landsins í orkustöðunni hérna fyrir neðan. Varstu búin að heyra af þessu eða? Já, ég var búin að gleyma því samt. Þetta fyrir neðan Smáralind, það sem löðurstöðun er. Nei, þú ert að rugla í mig núna. Mér skilst að þarna að vera hlölli og einhver svona skyndibitastæð. Er það? Já. Ertu ekki að grínast? Nei, ég er ekki að grínast, sko. Þetta bara svona, þetta verður iðnaðarmanna paradís. Það er reyndar, já. Það er alveg vöndun á því þannig, sko. Ég held það. Og getur bara inn út, farið þér eitt hlölla. Þetta er svona nýtt konar, þetta er skyndibitamatöll. Ég vona að það var rétt með ná. Þetta er svona variant af þessum þessari matallar pælingu, sko. Þú hefur alveg heyrt þetta hérna. Þetta er allt svo framandi, skilur, þú veist, þú opnar einhver matöll með 8 staði og 5 þeir eru nýir, skilur. Já, ef ekki að kikki í hérna B29. Jú, það er veð, það er stytting á veður. Út af því að þau eru ekki með UR í neinu mat. Svo maður bara mættur í hvað er þetta? Þetta er pönnustaukt langa eins og öllum öðrum veitingastöðum á landinu. En það er alltaf framandi og sko Flateystrákarnir opna nýjan pizzastað. Það er engin ostur á pítsunni. Þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona nýtt. Alltaf eitthvað svona eitt sem er svona uník. Já, hérna er þetta bara heiðalegt. Við ætlum að vera með hlölla. Bara hlölli og metro og eitthvað. Heyrðu, matallir erlendis. Þaðan kemur statístikinn. Og ég fer að ljúka mínu máli. Aðeins 3 af 300 matöllum síðastliðin 10 ár lokuðu í Bandaríkjunum eða fóru á hausinn. 3 af hverjum 300? Það voru opnar 300 matallir. Víðsvegar Bandaríkin, þetta er tímabil 2009-19, þetta er pínu gömul statistik, 3 af 300. Já, ok. Það er nokkuð gott, það er 1%. Já, en það er þetta, þú veist, módel þannig að það á í rauninni bara réttir haldið á spöðunum, ekki vera hægt að tapa eitthvað gigantískt á þessu, sko. Ekki fyrir leigusalana nefnilega. Nei, fyrir leigusalana, skilur, ég er að segja það. Að fylla inn í slottin, út af því, annað hver Íslendingur er með hennan blauta draum, já, nú opna ég veitingastað og þetta er miklu minni áhætta. Þú færð held ég minni, þú veist, skemmri leigusamninga. Það er bara ekki sömu kröfur og opnið matöll eins og að taka húsnað á leigu á Laugaveginu 300 fermetra, en þetta er miklu minna overhead. En fyrir mathallina sjálfar, þá virðist það vera nokkuð solid dæmi, sko. Já, klálega. Þannig að bara hérna lokapunktur fyrir fasteignafélög og fjárfesta með eignir, þá er matöll líklega mjög góð kostur af vel ígrunduðu máli. Svo fann ég hérna aðra grein sem var frá Bretlandi sem tók að 10 af 400 sem opnaði á tímabilinu 2015 til 2019 lokuðu. Þannig að á sama tíma er 25% af öllum veitingastöðum lokað á innan 2 árum. Þannig að statistics... 25%? Það er ekki 4 af... Sko 90% loka á... Það er 10 af 400? Já, það var í Bretlandi. 2,5%? Það var evrópsk könnun. Ég er kannski að rugla þess að vera með Bandaríkin og Evrópu hérna. Þau eru örglega að trakka það saman. 10 af 400 er held ég, 2,5%. Já, og svo var Bandaríkin 3 af 300. Já, þannig að 3%. Já, þetta er Nei, 1% segi. Já, tölfræði mella hérna, hendi ykkur. En þú veist, þú sér það, þetta er lágt hlutfall. Já. Þannig að það er eitthvað sem bendir til þess að þetta sé áttu minni leið til þess að svara þorsta mjög margra. Það er vissilega fjármagn í þetta, sko. Up front, það er alveg klárt, sko. Já. Þannig að þetta er kannski ekki á allra færi að opna matöll.
Nei, og við fáum nú að kynast í hvernig var að opna Hlemm matöll, getur þú sett með það? Já, þarf maður að gýra sig? Ættu nú að geta kíkt aðeins yfir það. Þarf maður að ringi binna í bankanum og segja, heyrðu, mér vantar lán til að standsetja þessa matöll. Hvernig var þetta? Máski, ég náttúrulega sko, nú er hann eigandi af þessu, hann Þór sem er í, Hann er búinn að mastera þetta legumódel. Hann er með sjávarklassan sem er skrifstofulega. Já, hann er með sjávarklassan sem að í rauninni á, Ocean Innovation. Þóri, þú ert að hlusta á, kemur bara þátt. Já, það ekki. Þú ekki spjallaðan seafood. Þetta er gaman, en nú er ég að reyna datt út hérna hjá mér, Ocean Innovation EHF, og það er sem sagt í fullri eigu sjávarklassans Má ég segja eitt að lokum? Já. Mín umfjöllun þessa matallir var í búið Inkasso Momentum. Já, og ég mæla sjálfsögðu með því fyrir alla sem eru í rekstri að koma sér inn á inkasso.is og skrá sig. Ég gerði þetta í síðasta þætti. Já. Ég var innan við 5 mínútur og ég ætlaði nú bara að senda eitt með onboarding á Gumma og Kó. Gummi verður að taka þetta til sín. Ég hefði verið innan við 2 mínútur ef ég hefði ekki þurft að finna bankanúmerið á reikningnum. Þetta var það þægilegt. Ég var búinn að setja inn allar upplýsingar, rafræn samþyggi, bara svona, það kemur bara strax þegar skráði. Ég hef ekkert séð þetta hjá mörgum. Eina sem ég þurfti að fara inn í helds heimabankan og finna bankan, annars hefði ég verið undir 2 mínútur. Þetta er ekki svona eðlileg krafa að gera? Nei. Að fara, þú veist. Bara speed. Þetta er stórkostlegt kerfi og ég er bara komið fyrir, ég er að setja upp, ég mun dokumenta þetta Þetta er stórbætt onboardingferli, sko. Já, og ég man bara áður fyrir þegar maður var að sækja eitthvað slíkt, sko, að þetta gæti tekið 2 daga, sko. Já, þegar þú varst með þetta í 8. Já, 8. þá gömlu góða daga. Já. Þegar hún var og hét. Voru menn lítið að borga reikninga? Voru hávanskil á þessu? 8. Nei, við vissulega nýttum okkur Inkasso þá. Og þá var bara velturhraði viðskiptakrafna. Það var engin tími. Nei, þú veist, það er náttúrulega annað sem þegar þú ertu þetta komin í samstarf með þeim, skilur þá bara sjá þau þetta allt. Það er ekkert að, en það urðu alveg, þú veist, það þurfti að grípa til þess nokkur sinnum og þá var þetta gott að hafa Inkasso, svo þetta passar Inkasso líka upp á það, þú veist, þetta er mannúðlegt, sko. Þetta er, gefa sig þetta út fyrir það. Já, ég meina, þeir eru að vinna með greiðendum að því að greiða niður skuldir sem að fólk lendir í. Og greiðendur eru, sko, ég hef aldrei séð svona hátt hlutfall af ánægðum greiðendum. Ánægðum greiðendum, maður hélt þetta var ekki hægt. En segð mér hana, voru þið að hóta því að þú borgar ekki og þetta fyrir Inkasso og gengur illa að rukka, að þá færðu plótir og nökkva á þig bara í eitthvað YouTube-myndband? Nei, þá sendu þér YouTube-myndband. Já, við semjum lag ykkur, helvítin ykkar. Nei, við letum það nú vera. En við þökkum Inkasso sjálfsögðu kærlega fyrir auðvitað. Gaman að vera með þeim og endilega skráu ykkur. Þetta er þægilegt onboarding-ferli. Og svo förum við saman í það í næstu þáttum að setja upp fyrstu kröfur og senda reikninga á einhvern og sjá hvað hann lengi að borga. Ekki spurning. En eins og ég segi, sko, það er hann Þór Sigfússon sem að stofnar þetta í byrjun. Já. Og þetta er í eigu Icelandic Ocean og sem er í eigu, Icelandic Ocean, Ocean Innovation sem er í eigu íslenska sjávarklassans. Já, akkurat. Þannig að þetta er svona smá keðja en endanlegur eigandi í upphafi er Þór Sigfússon. Nú, ef við förum aðeins í rekstrar söguna en eins og, já, við tókum fram á það bara. Þetta er auðvitað fyrsta svona alvöru mathöll eins og við þekkjum þetta í dag á Íslandi og þótti eðlilega svona nokkuð framandi. Sko, kennitalan er stofnuð árið 2015 en reksturinn er ekki hefjast fyrir í ágúst 2017. 19. ágúst nánar tiltekið. Og nú ringir bölvaði telefónin hjá mér. Já, svaraði. Hvar sem hann er, ég er ekki með hann. Hann er í herbygginu við hliðina á. Það er svo kíkjum á þetta á eftir. Nú, já, þetta er 19. ágúst og þessi ár 2015 og 16 þá er bara svona verið að koma þessu í stand og það var nú á vegi mínum grein við vinnslu þessa þáttar þar sem að framkemur að upphafleg kostnaðaráætlun við uppsetningu mathallarinnar hafi verið 107 milljónir króna. Nú, húsnæði sjálft, Hlemmur, er í eigu Reykjavíkurborgar. Já, þau eru leigusalinn þarna.
sko, já, í raun leigusali til Ocean Innovation EHF. Áhugavert. Annað sem áhugavert í þessu, skrifið þetta hjá okkur, krakkar. Já, take notes. Stansetta IKEA, 10 milljarða. Costco, 6 milljarða. Matullem. Costco var meira, miklu meira. Var Costco 16? Já, var þetta 16, 10? Já, og Matullem, hvað segirðu, 107? Já, við komumst að því. Það eru svo margir spenntu fyrir þessum tölum. Sko, eins og ég segi, eigur Reykjavíkur og það sem að Reykjavík gerir er að hún stendur bara straum af öllum kostnaði við framkvæmdirnar. Það kemur svo í ljós, eins og oft vill gerast hjá Reykjavíkurborg að kostnaðar áætlunin fór fram úr áætlun. Á þessum tímapunkti var Reykjavík búið að sko gera leigusamning við Þór upp á rétt rúma 10 upp á Jesús 10 ára leigusamningur? Nei, upp á 1.000.000 krónur á mánuði. Já, hann hefur náð föstum... Það er það sem kemur fram. Það kemur ekki fram í þessari grein hvort þetta hafi verið vísitölutengt eða jafnvel eitthvað vaxtatengt í raun, sko. Já. En þetta allavega upphafslega er rauninni 1.000.000 krónur, 1.012.000 krónur. Já. Sem sagt, rétt rúm 1.000.000. Það er eitt. Og þessi leigusamningur var gerður út frá bara kostnaðar áætluninni sem setta fram í upphafi og til 10 ára. En já, hvað ætlar að segja? Það er bara smá útúrdúr með leigusamninga hjá fyrirtækjum almennt, þessi vísitölutenging, hún er krabba minn. Já. Djöfis, þetta er bara verðtryggt, skilur, ekki þetta annað. Er bara verðtryggt leiga eins og bara fólk tekur húsnæðislán sem eru verðtryggt, sko. Já. Ég er sammála, þú veist, það algjörlega. En svo er spurning hvort það myndi ekki, er þetta ekki bara tekið til skemmri tíma og með einhverju endurskoðunar ákvæði? Þú veist, myndi þetta ekki alltaf koma út á því sama einhvern veginn? Ég heyrði daginn að í Svíþjóð þá eru flesti leigusamningar tengdir vísitöluhækkunum á leigu á þau svæði sem þú veist. Þannig að það hefur ekkert með verðbólgu almennt að gera hvort að leigusamningurinn sé að hækka eða ekki. Einmitt, sko, klálega. Ég er bara... og þetta er svo lúmsku kostnaður sem að leigusalar þurfum einhvern veginn að... en þau eru náttúrulega bara með verðtryggð lán á móti, þannig að þetta er bara að grabba minn. Já, klálega. Okay, ég held að verðtryggð lánsamt í Svíþjóð tíðkist almennt ekki, sko. Það hefur ekki til. Nei, þú veist, Ísland er bara sér á báti með þessa verðtryggingu, sko. Hefur þú hringt í Svíþjóð og helvítis krónan. Do you have inflation adjusted loans? Það segir, sko, þetta held að heiti inflation indexed. Inflation indexed loans, já, rétt. Allavega, einmitt, þessi samningur er gerður til 10 ára. En svo kemur það á daginn í úttekt, sem var gerð 4. júní 2018. Þetta er rétt tæpu ári eftir að rekstur hófst og 2 árum eftir að framkvæmdir hófust, að heildarkostnaði við framkvæmdirnar nam 308 milljónir króna. Og þetta, eins og ég sagði, var í upphafi 107 milljónir áætlað, endar í 308 milljónum. Svo, sko, hann Þór hefur verið að ganga inn í ansi góðan díl þarna. 1.000.000 kall á mánuði fyrir 529 fermetra atvinnuhúsnæði í hjarta Reykjavíkur. Sem er vist langt undir því sem gengur og gerist í kringum, sko, þú veist, þetta er í rauninni, hann er að semja þarna í kringum 2.000 kall fermetrin. Það var sérstaklega tekið fram í þessari grein þarna frá 2018 að meðal leiguverð á verslunarhúsnæði við Laugaveg væri á bilinu 3.500 til 6.500. Sem þetta fermetrin. Svo hann er að sleppa ansi vel. Já, ég veit að skólaverstígurinn var á 4.2 með vask eða eitthvað á sín tíma. Og þú sér það líka, sko, já, einmitt, þetta er bara, þú veist, hann er að gera heldur góðan díl. Nei, það var 3.2 pluss vask. Já. Og hvað sem því líður að þá eru nú, konur hingað til að styðja svo sem við bara gögnum úr ársreikningum. Þeir ljú ekki, held ég. Nei. Það er svona sjaldnast allana. En allavega, 2015, þá er ekkert að frétta. Það er bara hlutafélag lagt inn og eina sem greitt er fyrir er bara kennitalan og útvarpsgjaldið, helvítis útvarpsgjaldið. Afnema það á lögaðila. Já, þetta er... eins og við rættum við Áslaugu hérna í síðustu viku, en 2016. Þar er auðvitað rekstur mathallanar ekki hafinn og þá eru engar tekjur, en við sjáum það er einhver útgjöld hérna eins og launaliður upp á 4,8 milljónir. Sko á þessum tímapunkti skrifa undir skýrslustjórnar Haukur Már Gesson, framkvæmdastjóri. Já. Hann hefur nú áður verið nefndur á nafn hérna í Píkinni. Já, Flatey, mikill hugsjónamaður greinilega.
hann einmitt framkvæmdastjóri þarna, hann mest líklegt að hann hafi verið á eini á launaskrá þarna. Frumkvöld, hann gaf út spil sem heit Ablakló. Já, sér það. En annars, efnahagsreikningurinn, á þessum tímapunkti hann Agnar Már, einhverja 8 milljónir í skammtímaskuldir og dálítil summa af handbæru fé. Og það eiginlega ótrúlegt að þau hafi ekki þurft að koma að kostnaði í þessu verkefni. Já, ég myndi segja að þetta var í samningarsnilli eða afglöp í starfi. Já, í rauninni það sem hann hefur þurft að reiða fram þarna bara einhverjar örlitlar skammtímaskuldir, væntanlega einhverja tryggingu á leigu gerir ráð fyrir, kannski hvort að það sé inn í skammtímaskuldunum, jável. Þannig að sko, þau að fara bara með nokkur hreint lag inn í 2017. Já. Og þú fyrir unga frumkvöðul sem á engan pening, þá náttúrulega og sér þennan ársreining að hugsa bara, þetta bara kostar ekkert að setja þetta upp. Nei, ég get bara gengið inn í þetta. Já. Þetta ekki að borga 307 milljónir í framkvæmdir og bara hef rekstur. Hugsaður. Þetta sennilega nú ekki alveg svo einfalt, en Reykjavíkurborg hefur nú eflaust ekki samið hvert sem hann Þór hafði sýnt fram á ágætis rekstur bara í sínum. Já, náttúrulega búin að vera með sjáklassan. Já, þannig að það ekki eitthvað svona svipað módel, eða Jú. Ekki lekt út? Ég sagði það. Já, þú sagði það ráðan. Já. Já, einmitt. Skrifstofulega. Skrifstofulega, já. Þú varst alltaf að tala Rekus þá, sko, en. Já, allavega. Hvað sagði þetta að vera margir fermetrar? Var ekki 500? 529. 529. Það svona 2 skall fermetrin á leiguverði sem hann byrja með. Já. En svo náttúrulega, hann ekkert að greiða leigu 2016 og þetta ekki samkvæmt ársreining, það engin leiga borguð þarna, það vantilega ekkert fyrir neða rekstur hefst. Annað til að toppa þetta lág leiga og ef mér ekki skjáttlast að reikna í beinni, þá þetta 580 krónur per fermeter framkvæmdirnar. Já, framkvæmdir. Sem sturla. Það sko galið. Það rugla. En ekki alltaf einhver svona regla á þessu? Ég meina, þegar þú leigur út fasteignir, þá viltu að það gildi eitthvað ákveðið. Jú, það tala 6% cap rate. Cap rate, einmitt. Og, 307 milljón króna framkvæmdir, virði fasteignar náttúrulega eitthvað og þú ert að borga 1 milljón á mánuði. Þetta þú ert Googleplex mörg ára að borga þetta upp, sko. Já, þetta að þetta komi út eitthvað sem arðbært fyrir þig sem leigusala, sko. Nú setjum við okkur enn og aftur í spór MC Gauta þegar hann sagði feit pæling. Já, hann gekk ekki upp. Það má ekki segja það. En gengur upp fyrir Þór allavega. Já, fullkomlega, Þór í toppmálum sitt með. En allavega að fara bara með nokkur hreinan efnahagsreikning inn í 2017 og það í rauninni þá sem að fjörið hefst. Líkt og við tók fram áðan, þá hefst reksturinn þarna miðjan ágúst, þannig fyrirtækið open for business í 4,5 mánuð þetta ár. Og hér eru þau að raka inn húsaleigutekjum fyrir 25,5 milljón sem gerir þetta eflega 5,7 milljónur á mánuði. Því framlegan á plássinu eða plássunum 5,7-föld meða við þessa 1 milljón króna leigu sem þau ættu að vera að borga. Ég sé það í ársreikningnum árið eftir og þau borguðu ekki nema rétt 0,5 milljón í húsaleigu þetta ár 2017 sem að ég seti eðlilega spurningamerki við. Kannski að það fengi eitthvað sérúrræði að fá að greiða þetta upp seinna. Reykjavík hugsa bara alveg svakalega vel sína. Já, það virðist vera. Þau eru með rekstur leikskólanum upp á 10 og leigusala sem alltaf stofna matallir. Topp þjónusta. Svo við verðum að opna sundlaug í Fossvogi. Ekki vera að gagnrýna Reykjavík. Nei, ég myndi aldrei gera það. Nei. Nema í sveitafélags þáttunum okkar. En við erum ekki konur hingað til að ræða það núna. Auðvitað fá matallir afslátt að leigu. En allavega þau eru að koma út í tapi þetta rekstrár, eru með svona, með þó nokkuð gjöld á sér og enda í negatífri 11 milljón króna EBITu og að lokum 13,4 milljón króna tapi. Nú, mathöllin svona nokkuð gíruð á þessum tímapunkti, skulda meira þau eiga, helstu eignir eru svona áhöld og innréttingar upp á rúmar 11 milljónir, svo einhverja viðskiptaskröfur svona hér og þar. Virðist vera fjármagnað með að miklu leyti skuldum við tengda aðila. Það alveg erfitt að fjármagna þetta í banka. Já, ég myndi halda það, sko, að þú veist. Ég held það. Bankin hefur ekkert til að grípa í ef að... Nei, og þetta því að þú ert ekki með hennar eignir að veði þannig. Þú ert bara að leigja. Skuldiðin verðtryggður 15-20 ára leigusamningu, 10 ára í þessu tilviki. Og svo ertu með svona frekar óstabila
veitingastæði, margir aðeins náttúrulega geta staðið sér vel, en svona sagan sýnir að það eru lengur velta þarna. En þetta allavega sko, þau, árið 2017 eru þau með 18 milljóna skuld við tengda aðila, sem að mér sýnist á öllu vera við íslenska sjávarklassan. Það kemur nú hvergi fram, en svona miðað við hreyfingun og efnahagsreikningnum þeirra sjávarklassanum, þá eru alla líkur á að þetta lán komi frá þeim. En þú veist, eins og ég segi, íslenski sjávarklassin að sjálfsögðu í fullri eigu Þórs, þannig að þetta bara Þór að færa pening þarna á milli. Nú, svo eru einhverja fleiri skammtímaskuldir eins og viðskiptaskuldir og aðra skammtímaskuldir eitthvað, en svo sko, inn í bankanum eitthvað aðeins að hjálpa þeim. Það er skuld við lánastofnun sem stendur í 7 milljónum. Og það kæmir ekkert óvart ef það væri hreinlega bara innréttingarnar. Já, það og sko, jafnvel að þetta sé á yfirdrætti, sko. Já, það er aldrei að vita, sko. Já, menn það fyrsta sem þú segir við Binna, getur fengið lán, þú með eitthvað með. Já. Það er fasteign, þú með skip. Já, ég meina, ég hef... Ertu með einhverja eigursamninga ég hef starfað við þetta áður og ég hef verið að bara, þú veist, eða ég ekki að fara að segja hvað það en það var einhvers konar veitingabatteri og við vorum bara að skoða eignirnar, skilur. Þú veist, það var bara verið að skoða þvottavélarnar og allt þetta. Það er allt skoðað, sko. Og bara hvað höfum við að veði hérna, sko. Svo endanum segir Binni, ég ekki að fara að veðsitja einhverja fokkin þvottavél hérna. Þetta var einhver opn sem kostaði 2-3 milljónir og þú veist, það er alls konar svona, skilur. Já, algjörlega. Það er bara svona gangverkið í svona lánveitingu frá bönkum til fyrirtækja. Rétt. En allavega sko, hvert var ég komin? Við vorum eitthvað að viðinn 7 milljón krónar lán. Já, einmitt, þetta kemur ekkert óvart, þetta væri yfirdráttur eða jafnvel bara svona, þetta náttúrulega skammtímalán. Þannig að minnst líklegt að sé einhvers konar yfirdráttur. Þannig að lokaárs 2017 stendur, svona efnahagurinn stendur nokkuð höllum fæti, 193% skuldahlutfall, en reksturinn þó nýfarinn á staðu þetta og ekkert óðurlegt að vera vel gíraður þegar hér komið þessu. En þá skreppuður í 2018 sem fyrsta heila rekstrarárið og þá fara að reyna á mótilið og þar sjáum við að húsaleigutekjurnar yfir árið eru 81 milljón og það gerir 6,7 milljónir á mánuði, takk fyrir. Það er nokkuð gott og það, þú veist, hér eru auðvitað sennilega veltu tengingin að kikka inn. Manstu hvað þetta voru margir staðir fyrsta árið það? Já, 10 kom fram, sko. 10? Já. Þetta er Mexiko til hægri, svo brauð og kót til vinstri. Við verum ekki að fara að tellja upp hér, skilu þetta. Þetta hafi verið 4 í miðjunni. 10 rétt, ég held það. Ég ekki með sjónminni en ég geti trúað það. En þau eru að hækka þetta úr 5,7 milljónum á mánuð upp í 6,7 að meðaltali. Já. Þannig að þú veist, hér veltan augljóslega farin að kikka inn. Veltu, matvöldin var orðin bara svona nokkuð vinsæl þarna. En svo líka húsaleigan þetta ár. Rétt hæpa 15 milljónir sem gerur 1250.000 á mánuði. Það er að segja 1.250.000. Svo hér hefur leigan greinilega eitthvað hækkað upp tæp 25% frá því að samningu var gerður 2016. Svo þetta er eitthvað meira en bara vísitölutenging á leigunni því að ekki hækkaði verðlagan 25% á þessu tímabili. Gæti mögulega verið að þau sé að borga upp árið áður þar sem þau borguðu bara eitthvað penni þarna, 500.000 sko. Afslættinn að detta út. Já, þú veist, mögulega eru þeir að greiða það upp eitthvað, ég veit það ekki, það er ómögulegt að segja til það, þetta er bara fabulering sko. En samtals húsnæðiskostnaður er 35 milljónir, leigan sjálf auðvitað stærsti parturinn, eins og ég segi 15 milljónir, en svo hérna alls konar kostnaður eins og sorpkostnaður upp á 4,2 milljónir, það er auðvitað slatti, öryggisgæsla 4,5 milljónir, ræsting og ræstivöru 4,3 milljónir og fleira til sko, ekkert endilega kostnaður sem maður myndir svona hugsa út í, að þú veist allavega ekki að þetta kostar svona mikið, þú veist, sorpkostnaður upp á 350.000 krónur á mánuði að meðaltali sko. Já, þetta er enda góð ábending til fólk sem er með háan sorpkostnað. Ég þarf að grafa þetta upp. Ég var í samskiptum við eitt rekstrarlega daginn. Þetta er orðið hrottalega dýrt. Það fer bara að vera dýrar og dýrar að urða. Það var eitthvað tricks til að ná þessu niður. Einhver aðali sem var búið að læra hana. Ég skal bara skúpa því. Já, endilega. En þú veist, það er allan ekki Reykjavíkurborg sem stendur straum af þessum kostnaði. Það er nokkuð ljóst. Það er matvöldin sjálf, en húsnæðiskostnaður er 35 milljónir.
En bara til að gera langa sögu stutta hér, þá hagnast við 4,8 milljónir á þessu rekstrarárið 2018 sem bara nokkuð vel farið að gefa af sér sem að við auðvitað fögnum. Nú sko efnahagsreikningurinn, það verða örlitla vendingar þar, taka nýtt lán hérna upp á 8 milljónir króna og það er bankalán. Það ber 8,3% óverðtryggða vexti, er til 4 ára síns mér og þarna greinlega eru þau komin með traustið. Þetta er tekið að mér sýnist alveg í lok árs með að við afborgunina það árið. Þannig að þau hafa sýnt fram á, hér er reksturinn okkar svona rúlla mótilið og bankinn hefur bara treyst þeim. En þetta er held ég nokkuð hátt álag ofan á þetta er svona háir kjörvextir örugglega ofan á markaðsvexti. 8,3% á þessum tíma er held ég frekar hátt. Já. Hvað eru svona vextir núna? 10-11% á fyrirtæki? Jú, passar. 2006, já. 11,15 eða eitthvað. Kannski á þessum tíma, ég veit ekki. Nei, sennilega er þetta bara svona það sem gekk og gerðist á þessum tíma. Ég held ég á síðan daginn þessum tíma, þetta eru 4-5 ár síðan sko. Það var annarkvort UR eða Alma leigufélag, var ekki út skuldabréf eða viksil til nokkra mánaða. Það var á 7,7% vöxtum. Já. Þetta eru stórir aðalar sem eru yfirleitt svona á bestu kjörunum innanlands sko, þannig að þú sér það að þau eru á 7,7. Já, klálega. En 8,3% óverðtryggðir vextir, 8 milljónir króna lán. En sömuleiðis þá er að hækka hérna skuld við tengda aðila, nú er það komið upp í 27 milljónir. En eru samt sem áður að rétta sig svona örlítið af í skuldahlutfallinu sem að stendur núna í 150%, svo bara allt í lagi árhjáðum, svona testár, fá smá keislu á mótili. 2019, það er dálítið svona árið þeirra, auðvitað rétt fyrir COVID og Íslendingurinn orðin alveg punktjúpur í þessari matarhallar kreðsu. Þau eru hérna að rjúfa 100 milljón króna múrin og raka inn 101 milljón á húsaleigutekjunum. Hér eru bara að sjá sko aukna veltu frá stöðunum milli ára. Er þetta ekki svona toppurinn? Svo kemur COVID og mathallamania. Jú, sko. Hvað er top of mind hjá þér? Hvað var þar? Mathallir. Áttu við þá bara hvaða staður? Já. Vera. Þú ferð þangað? Vera matöll, já. Það ert að fara á date og eitthvað svona. Sjátt átt að vera matöll. Já. Já, ég er nú ekki mikið verið að fara á date á matallir sko. Jú, ég hef reynda gert það einu sinni. Aha. Já, ég hef gert það einu sinni. Já, hvar? Það var hlemmur reyndar. Já. Það var ekki verið að komin. Nei. Hérna. Þú veist, ég ætla að segja, B29, mér finnst þægilegt að fara þangað. Já. Eitthvað upp á hádegi. Já. Það er endur ömulegt að fá bílastæðina, en ég þarf að fara að endurskoða þá hugsun. Sko, og ef ég þarf að eiga þann kost að geta lagt mig, þá fer ég í Hafnartorg og er þarna út í horninu með tjaldið og við félagarnir bara tökum. Það er þannig ekki. B29 mest besta flóra þar. Amat. Já. Svo maður eftir að prófa þessa hínu nýju nýri bæ. Já. En veran er nú, hún er svo hugguleg. Já. Þetta er svo huggulegt rými. Já, ég hef aldrei komið. Nei, þú verður að kíkja það. Já. En hérna, eins og ég segi, rjúfa þarna 100 milljón króna múrin upp í 101 á húsaleigutekjunum einum og sér. Frábært. Og hér eru að sjá aukna veltu frá stöðunum milli ára frekar en hækkaða leigu, gerir ég ráð fyrir. Já. Þú veist, hér eru að hækka. En þú ert ekki að tala um tekjurnar núna, þú ert væntanlega að tala um einhverja kostnaðarliði. Nei, ég er að tala um sko leigutekjurnar sem þeir fá að framleiga, þú veist, bara leigutekjur, bara einu tekjurna þeirra. Já. Eins og veltutengingi sé að hækka upp frekar heldur en fastalega. Já, því að þetta er að hækka þarna einhver 20% meira, hérna, milli ára og hér finnst mér líklegt að 2019 það er bara komið meira í svona matalla menning, fólk er farið að sækja þetta meira. Já. Til að vera svona ennþá eini á markaðnum einhvern veginn hérna 2019. Já. Þannig að hér er örugglega veltu aukningin að kikka inn frekar en hækkun á leigu. Húsnæðiskostnaðurinn er að lækka þarna milli ára, fer úr herru, nú ringir síminn hérna. Herru. Áfram með þig. Þarna. Sko hvert voru komnir? Já. Sko, hann fer úr 35 milljónum niður í 30 milljónir. En af einhverjum ástæðum eru það að hætta að birta sundurliðanir á húsnæðiskostnaði í þessum ársreikningi
og í rauninni þeim sem á eftir koma. Þannig að ég get ekki séð nákvæmlega hver leigan því miður, en ég gerir fastlega ráð fyrir að hún sé að haldast bara mjög svipuð þarna eitthvað í kringum milljónuna. Nú fyrirtækið skila lokum hagnað upp á 17 milljónir eftir skatt sem auðvitað stórfín niðurstaða, tæplega 17% hagnaðarhlutfall. Hvörtum ekki við því þannig, en það kemur dálítið óvart á þessum tímapunkti að það eru 5 heilsársstörf í kringum bara þetta batteri sko. Sem ég finnst heldur mikið, þannig að sko launakostnaðurinn auðvitað að draga þetta vel niður. Launakostnaðurinn 2019 var 35 milljónir sem bara hlýtur að vera of mikið fyrir það að reka eina 500 fermetra fasteign. Ég meina, þau virðast vera úthýsa ræsti þjónustu eins og ég tók fram áðan, fellur undir rekstur og húsnæði. Gæti það ekki á breyst þarna eins og það hafi frekar aðeins fólk til að þrífa? Mér finnst það ólíklegt sko, þetta er ekki að lækka það mikið húsnæðiskostnaður sko. Svo með leiðis eru líka að úthýsa bara viðhaldi á áhöldum og tækjum og öðru viðhaldi á húsinu og ég bara skil ekki hvað þessar 5 manneskjur eiga að vera að gera þarna í vinnunni. Ég skil það ekki. En allavega þá er þessi hagnaður að mestu leyti nýttur bara þetta ár til að greiða niður skuldir sem lækka ágætlega þarna milli ára og skuldahlutfallið sigið niður fyrir 100%, niður í tæp 90%. Og þá það COVID árið mikla, 2020, þar geraði nokkuð vel með að við aðstæður, húsalegu tekjur upp á 62 milljónir sem þó talsverður samdráttur, tæp 3%, en þau ná að skera vel af gjöldum og lækka launaliðin helling, ekki viti öðru að mínum mati. Þarna eru starfsmenn orðnir 2 sem ég myndi halda að væri yfirdrifið nóg fyrir svona starfsemi. Ég mjög gaman að... Þetta er bara utanumhald, skilur þú ert með fólki sem að sér staðina, skilur það. Og allavega, en það rauninni verið til þess að þau skila hérna jákvæðri EBIT upp á 4,6 milljónir og að lokum jákvæðri aðkomu upp á 1,6. Nú hér engin arðgreiðsla frekar en fyrri ár, en það virðist vera bara einbeittur vilja að greiða niður skuldir á þessum bænum sem auðvitað vel og þau nýta þarna veltuféð vel og greiðin á skuldir tengda aðila og í lok rekstrarárs skuldahlutfalli komið niður í 82%. Ég hef eiginlega ekki meira við þetta ára bæta nema þau eru að bara sleppa nokkuð vel myndi ég segja. Við vitum að margir veitingastæðir voru að ströggla þarna þetta árið 2020 en svo man ég líka bara á þessum tímapunkti þá sótti ég náttúrulega mathöllina mikið, það var þú veist barir og skemmtistæðir og þetta, það var búið að loka því. Svolítið date? Nei, ég reyndar vissulega en mathöllin hún var alltaf opin og við félagarnir duttum svona reglulega í nokkra gráa þarna sko. Ertu að fylgja fyrstu reglu í datingheiminum þegar þú ert að deyta? Alveg örugglega ekki. Hver svo regla? Það að panta aldrei núðlur eða spagetti á fyrsta deiti. Ok, og okkur það? Bara þú veist, þú deyta slettist út allt og svona þegar þú ert að geta. Ég hef ekki verið mikið í því held ég. Herru, skulum bara vinda okkur þá í nýjasta útgefna ársending. Davíð Smitten, sagði mig frá þessu. Já, var það hann? Já, hann með þessar reglur á hreinu. Takk fyrir það, Davíð. En herri, við ætlum að byrja á rekstrarreikning. Og við ætlum að hafa hann í boði Payday í dag. Já. Ætli ég sé að nota Payday til að senda út... Við langar eiginlega að taka bara 1 mínútna þögn núna fyrir þá sem eru ekki að nota Payday. Já, maður. Þeim fer fækkandi. Hvað segirðu? Þeim fer fækkandi. Þeim hverjum? Sem nota ekki Payday? Já, þeim sem nota ekki Payday. Já, við erum að sjá þetta bara live hérna á payday.is. Þetta bara liggur á hverju mínútu, við erum búið að bætast við einhver nýr, sko. Já. Þannig að ég held að það sé eina vitið að fara bara yfir í þetta því að það verður líka allt svo miklu auðveldara ef allir eru bara í Payday. Það er líka ekkert langt í það að við förum bara að halda kistulagningu fyrir eitthvað annað bókhaldsfyrirtæki sem er að missa þessa... Nei, svona í alvörunni. Því að bara það sem að þau hafa í hyggju þarna hjá Payday þetta bara vísbendingum það sem koma skar. Það er allt basically, það er ekki langt í að þú getur bara haft bara allt hitt þarna. Já. Veistu hvað er að nýjasta sem maður er að nota? Launakistlunar, sjálfkrafa, bara úr Payday. Þetta er bara mánaðarlaunin, þetta bara gerir sjálfkrafa. Það er ekki að senda einhvern bókar að herðu en ég er með þetta hérna, þetta er bara sjálfkrafa. Sparaðu peningin þar sko. En við þökkum Payday að sjálfsögðu kærlega fyrir þetta og rúlum þá yfir í 2021 og það verður nú ekkert sérstaklega löng yfirferð en eins og við vitum að þá var auðvitað COVID-pattan hérna svífandi við vötnum ennþá 2021 Snubot. En þó var svona heilt yfir lítið slakari hömlur á samkomum og öðru þetta ár en það virðist þó ekki hafa haft mikil áhrif á tekjurnar en húsalegu tekjurnar voru 65 milljónir sem er ekki nema 5% vöxtur þarna milli ára. Já. Ég hefði haldið að 2020 hafi átt að vera mun verra ár sko. Já. En þetta virðist hafa verið bara svona nokkuð svipað. Þetta ár 2021, ég myndi halda að það sé svona 60-70% eðlilegt ár hjá þeim með að við kannski
svona venjulegt árferði. Já, þetta sko það verður mjög áhugavert að fylgjast með þessum reikning næsta ár 2022 þau eru OG, þau eru first mover advantage COVID aðeins breytir niðurstöðunni en þú veist 2022 á bara að segja okkur hvernig eru það að bregðast í samkeppninni við alla hina sem eru mætt sko. Og það er samt líka ég vil spurningan á 2021 hvort að samkeppni við aðra mathallir sem byrja að býta sko. Já, akkurat. Þannig að því að eins og ég segi ég hefði haldið að 2021 hafi ekkert átt að vera eitthvað það slæmt fyrir þau var það í rauninni ekki Ætli Hafnartorg sem tekjur af gistingu í sínum ársækning bara 0 gistiplás en herri, sko það er nú ekkert kostnaðarverð seldra vara hérna gjöldin eru þó einhver hér eru laun og launatönd gjöld upp á 20 milljónir og þau bæta við sig þarna einum starfsmanni á milli ára eru núna með 3 heilsársstörf þetta árið veist, er það ekki bara fínt? Er það ekki bara solid? Mér grunar að sé einn hellingur í kringum eitthvað umstang sko Já, þú veist, samt þegar þetta byrjaði að rúlla þá á þetta bara að vera eitt Hvað störf er þetta? Ef maður spári Ég held að það var einhver svona rekstrar sem er þarna rekstrastjóri og svo einhver framkvæmdastjóri bara, þú veist, punktur Já, framkvæmdastjóri Því að þau úthýsa að því að virðist öllu öðru sko Þannig að ég skil ekki, þú veist Bókaldi, væntalega úthýsti Þau voru þarna með 5 starfsmenn sko Já, en allavega Svo einhver markaðsfulltrúi 3 heilsársstörf Já, en er það ekki hægt að böndla því við rekstrastjóri og markaðsstjóri? Jó, geti verið En í raun var launa Alltaf sé einhver svona gæðafulltrúi frá Reykjavíkurborg og það er gutti í verkefnastjórn Hann þarf að fá að vera á launaskrá Það er svona skilyrði, ef þið ætli ekki að borga þá verður þið samt að vera með verkefnastjóra hjá okkur Já, og hann er að fara að velta steinum Og jafnvel að snúa þeim aftur við Já, akkurat Við þekkjum þetta Guð bless ykkur En sko launakostnaðurinn er sko já sko þetta ég tala 20 milljónir í raun var launakostnaðurinn hærri ég sé það bara í sundulunum að þau voru að nýta sér hlutabótaleiðina hérna hjá Vinnumálastofnunum upp að 5,6 milljónum sýnist mér hérna þannig að sko rein laun per starfsmann á meðaltali á mánuði eru rúmlega 570.000 krónur sem er bara þú veist allt í lagi það sé það vera þannig að hérna en allavega svo eru fleiri gjöld hérna húsnæðiskostnaður 29 milljónir sé því miður ekki sundurliðuna en gerur ráð fyrir á svona helmingurna þessu séu bara sagt, það sem þau greiði í leigu nú svo er hérna skrifstofu stjórnandakostnaður 11,2 milljónir það er eins og sími og net og markaskostnaður og auglýsingar og bókhald og aðkeypt þjónustu á eitthvað fleira svo er hérna annar ekstra kostnaður 1 milljón og þetta er í raunin að skila þeim EBITu upp á 8,2 milljónir króna sem er nokkuð vel gert bara þú veist miðað við aðstæður einhvern veginn framlegði upp á 12% miðað við heildartekjur fór hæst í 21% framlegð þannig að 2019 myndi ég halda að það væri svona eðlilegasta árið þannig að rekstrarárið hjá þeim en bara svona til að stikla stóru hagnaður 3,9 milljónir og sko svo er hérna bara efnahagsreikningurinn þetta er nú ekki mikið af eignum þetta eru heildareignir upp á 29,5 milljón fasta fjármunir er ekki nema 3,5 milljón mestmegnis hérna bara áhöld og innréttingar og tæki sem það er náttúrulega búið að afskrifa það alveg heilan helling stendur núna í 2,9 milljónum nú veltufjármunir 26 milljónir króna þar og þetta er svona þú veist viðskiptakröfur er langstærsti liðurinn hérna 18 milljónir handbæraféð stendur í 7 og þetta er samtals 26 milljónir svo er það skuldirnar og þau eru nú búin að grygga aðeins af skuldahlutfallinu sem er nokkuð vel gert komin í 68% þannig að það eins og ég sagði áðan það virðist vera svona nokkuð einbeittur vilji hjá þeim að greiða niður þessar skuldir en svona í grunninn var kannski mestu skuldirnar bara við hann sjálfan sko þannig að hérna Þórsaran en honum er greinilega mikið í mun sem er vel þetta ár greiðaðu niður langtíma lánið sem var þarna til 4 ára sem ég myndist á áðan þannig að nú eru þau bara skuldlaus við hann binna í bankanum að því þið virðist svo er hérna skal ég þér segja skuldi við tengda aðeila stendur það hækkar örlítið sko þannig að hann virðist hafa samt þetta ár svona aðeins millifært þarna á milli en allavega heildarskuldir þau eru langtíma skuldlaus heildarskuldir standa í 20 miljónum króna og eins og ég segi 68% rúmlega í hérna, skuldahlutfall þannig að þetta er alltaf á góðri leið og óráðstafið eigi fyrir líka auðvitað þá jákvætt hjá þeim
stendur í 8,7 milljónum, þannig að þau eru, þetta bara svona stendur nokkuð vel, myndi ég segja. Þetta bara stöndur og góður rekstur. Stöndur og góður rekstur og jafnvel, þú veist, það sýnir sig sko að ef þetta getur staðið styrkum stóðum í gegnum faraldur eins og COVID, að þá þetta nokkuð gott módel í grunninn sko. Og þú veist, og þeirra vel gengur og þetta bara frábært módel, þú veist, þetta ekki, þú ert ekki að fara að sjá einhvern exponential growth í þessu sko. En þetta bara svona stabílar, þetta svona consistency is key eins og einhver sagði sko. Það líka áhugavert að spá í hámarkstekjum, því að þú ert alltaf kappaður á fjölda sæta sem þú ræður við í hverju hádegi eða kvöldmatt. Já. Þess vegna sér, það er ekki exponential growth faktor, ekki nema að gera út á einhverja, hvað heitir þetta, heimkeyrslu eða fólk getur sótt og farið. Nei, og svo þetta líka bara þannig módel. En konseptið að... Þetta bara svona þessi framleiga, skilurðu. Þetta þú heyrðir þarna einhverja margin á milli svo lengi sem þú heldur gjöldunum stillir þeim í hóf, sko. Já. Og sem að þau, að mínu mati, ætti að geta verið að gera betur út af þessu launakostnaði, sko, allan á 2019. Ég bara sé ekki hvernig að það er 5 heil starfskildi í hennar rekstur. Ég bara sé það ekki. Ég er búin að pústa núna. Ef ekki bara enda þetta á ding ding. Jú. Jót. Já. Það er fluga í súpunni minni. Við blessið hennar brandara og ykkur öll. Ég held að við séum búinir í dag, við erum konur á tímalimit. Já. Þannig að við þökkum bara kærlega fyrir. Við verðum aftur með ykkur á föstudaginn, sjálfsögðu sem fyrr í föstudagsskaffinu. Þangað til verið sæl. Já, í frábæra viku. Já.